Þorgeir Arason, þú ert fræðslufulltrúi Múlaprófastsdæmis og varst í fyrstu nefndinni sem fjallaði hérna biðjandi kirkju. Gefðu okkur svolítið innsýn í það hvað kirkjuþing unga fólksins hefur að segja þennan hluta kirkjustarfsins. Já, þakka fyrir. Ég vil líka taka fram að ég er fulltrúi KFUM og K Íslandi á þinginu. Það komið fram. En kirkjuþing unga fólksins leggur mikla áherslu á bænina sem grundvalla þátt í öllu starfi kirkjuna með unga fólki. Og það er eiginlega niðurstaðan af umræðunum hérna, bæði í nefndinni hjá okkur og eins á þinginu sem heild. Að við viljum leggja stöðugt meira og meira áherslu á bænina, helgihaldið og bænalífið. Þegar ungt fólk læri að biðja, að það sé brú milli heimilisins og kirkjunar í bænalífinu og að krakkarnir, unglingarnir og unga fólki læri bæði bænavers, gömlu klassísku bænaversin. Við viljum alls ekki gleyma þeim eða gera lítið úr þeim. En við viljum líka að unglingar og ungt fólk læri að biðja og tilengja sér að biðja með eigin orðum og biðja frá eigin brjósti. Og þannig að bænin sé samtal við Guð og eðlislægur þáttur í daglegu lífi ungs fólks á Íslandi. Einhverjar svona tillögur sem að þingið skilar frá sér sem að geta skilað sér beint út í kirkjustarfið eða eitthvað svona áþreifanlegt sem orðið komast? Eitt er það að við viljum að það sé alveg á hreinu að í æskulýðsstarfi kirkjunar séum við að biðja, halda uppi helgihaldi og boðun og að æskulýðsstarfi sé ekki félagsmiðstöðvar heldur og það sé það kannski vissulega félagsstarf og heilbrigt félagsstarf heldur sé bænin hinn miðlægi þáttur í æskulýðsstarfinu í hverri samveru í æskulýðsstarfinu og starfi þjóðkirkjunar með ungu fólki og við viljum að fræðslusvið Biskupsstofu styðji betur við þennan þátt og til dæmis með auknu áherslu á fræðsluefni sem að snertir bænina að aðra þætti í trúarlífinu. Og einnig viljum við efla heimasvið kirkjunar í þessum efnum, að þar séu bænir fyrir fólk í ýmsum aðstæðum lífsins, þar sem ungt fólk getur notað og gripið til og að einnig nefndum við sérstaklega helgihald og bænalíf í sveitum landsins og sérstaklega þá með ungu fólki. Þannig að það sé lögð sérstök áhersla á hinna dreifðu byggðir í þessu samhengi. Svona lokum kannski, upplifunin af þinginu, þetta er einn intensífur dagur, hvernig hefur þetta verið? Þetta er búið að vera mjög skemmtilegur dagur, mjög ánægilegur, gaman að kynnast bæði þeim sem voru með okkur á þinginu og í nefndinni og eins starfi svona fá þessa innsýn inn í starf kirkjuþings unga fólksins og þá kannski leið aðeins starf kirkjuþings, hvernig það gengur fyrir sig og ég vona bara að þetta skilji einhverju góðu af sér og verði til blessunar fyrir kirkjuna. Þakka þér fyrir, Þorgeir. Þakka þér fyrir.